og ágætu haustfundargestir. Það mér mikil ánægja að vera með ykkur hér í dag á haustfundi Landsvirkjunar í mínu heima héraði, borinn og barnfæddur á Selfossi, bjó í 7 mánuði ævi minnar hjá MHF, flutti svo í sveitina. En yfirskrift fundarins, virkjum til velsældar, nær vel að fanga tilgang Landsvirkjunar og tilgang þess að við virkjum yfirleitt. Saga Landsvirkjunar enda samofin aukinni lífsgæðasókn Íslendinga. Það erfitt að sjá fyrir sér að þau lífsgæði sem við búum við í dag væri möguleg ef ekki nyti við þessa öfluga fyrirtækis í eigu þjóðarinnar, 100% í eigu þjóðarinnar. Mikil eign sem þjóðin hefur eignast og vaxið ár frá ári án þess að við höfum sett í það eigið fé og þessi vöxtur hefur orðið til þrátt fyrir þá staðreynd sem ánægjulegt að við höfum búið við eða notið óvenjulágs orkuvers í samanburði við aðrar þjóðir, í það minnsta. Já, við virkjum til að standa vörð lífsgæði á Íslandi. Við virkjum til þess að skapa aukin verðmæti. Aukin verðmætasköpun undirstaða þess að við getum byggt upp öflugt velferðarsamfélag. Þetta virðist oft gleymast í umræðunni, ótrúlegt en satt, og einhverjir virðast líta svo á að virkjun vatnsafls, virkjun jarðvarma sé bara sport, eitthvað sem brjálaðir verkfræðingar hafi sem áhugamál. Auðvitað það ekki svo og sem betur fer hefur nú umræðan síðustu misserin orðið skynsamlegri. Sá stríðsæðsingur sem myndaðist í kringum Kárahnjúkavirkjun virðist vera brá af fólki og raunsæið að fá meiri hljómgrunn. En auðvitað tekist á hverja framkvæmd. Auðvitað eru átök innra með fólki þegar umhverfi þess, náttúrunni sjálfri, raskað á einhvern hátt. Og þess vegna þurfa að vera ríkir hagsmunir, almannahagsmunir, þegar ráðist í virkjanir. Og þess vegna þarf að standa faglega að ákvörðununum, faglega að framkvæmdunum, svo lón og mannvirki verði ekki sár í náttúrunni. Og á þessu sviði hefur Landsvirkjun svo sannarlega staðið sig með prýði. Og eins og Guðmundur kom hér inn á þúsundir og hundruð þúsunda gesta bera þess gott vitni sem sækja í að skoða mannvirki. Það gerum við líka þegar við förum erlendis, hvort sem það eru píramídar eða Kolosseum eða jafnvel sorpbrennslustöðin í miðri Kaupmannahöfn með skíðabrekku. Þá dáumst við að því að það var verið að búa til mannvirki og við horfum á það. Við getum verið þakklát fyrir þá auðlind sem náttúran hefur fært okkur. Við getum verið þakklát fyrir þá grænu orku sem framleiddir á Íslandi og veitir okkur gríðarlegt forskot í harðri samkeppni þjóðanna. Lífsgæði ekki ávöxtur sem vex á trjánum. Það þarf að vinna fyrir þeim. Það þarf að nýta þau tækifæri sem gefast. Og náttúran hefur stórkostlegt gildi í sjálfu sér. Hún móðir okkar. Við þekkjum fegurðina, stórfengleikan sem dregur gesti að allstaðar úr heiminum. Og við þekkjum líka grimmdina sem birtist okkur í jarðskjálftum, eldsumbrotum, þekkjum storminn, brimið. Við höfum lifað á gæðum þessa lands frá því við settumst hér að. Og við höfum hagnýtt okkar grænu orku til að hita híbýli okkar og knýja atvinnustarfsemi land allt. Út frá þeirri hagnýtingu hafa sprottið tækifæri til verðmætasköpunar, sprottið tækifæri til nýsköpunar, sprottið velferð fyrir þá sem hér búa. Vindurinn skyndilega orðin auðlind og það má með sanni segja að við eigum nóg af þeirri auðlind, svona flesta daga. Má segja að hálfgert gullgrafaræði sé að byggjast upp í kringum vindorkuna. Í síðustu rammaáætlun eða þeim kerfum sem við erum með 2 vindorkuver komin á dagskrá, annars vegar á Búrfellssvæðinu og hins vegar við Blöndulón, bæði í eigu og umsjón Landsvirkjunar. Sú vinna sem unnið var að í stjórnarráðinu og miðaði af því að skapa umgjörð utan vindorkuna var langt komin en verður ekki lögfest að sinni út af svolitlu sem gerist eftir 30 daga. Það bíður því nýrrar ríkisstjórnar að fást við það brýna verkefni.
Það hins vegar mín skoðun, mín sýn, að rétt sé að fara hægt í sakirnar við uppbyggingu vindorku hér á landi. Ég held að við skulum byggja upp þá 2 lundi sem Landsvirkjun með á teikniborðinu og meta reynsluna af þeim áður en farið í frekari uppbyggingu vindorkuvera. Það einnig mikilvægt að í vinnu við löggjöf verði ekki farin sú leið að afmarka svæði þar sem vindorku verði bönnuð, heldur frekar að horfa verði til þess að afmarka fá svæði þar sem við séum tilbúin að leyfa að reisa vindmyllur. Við þurfum líka að skoða allan gjalda- og leyfisferilinn og tryggja að tekjurnar renni til bæði nærsvæða og til samfélagsins, áður en við vöðum af stað í þá uppbyggingu. Vindorkuver eiga að mínu mati helst að vera í eigu opinberra aðila, í það minnsta í meirihluta eigu innlendra aðila, líkt og við þekkjum úr sjávarútvegi, annarri auðlindanýtingu. En sem sagt, fara varlega, vanda okkur. Það getur vel komið til greina að bæta við einum á Austurlandi, öðrum fyrir norðan. Til þess eigum við kannski næga orku til þess að geta jafnað á móti úr vatnsaflinu ef við förum ekki hratt. Staldra við þegar við erum búin að reisa nokkur og athuga hvort að við verðum jafn ánað í könnunum þegar þær eru komnar upp. Kannski verðum við það. Annað sem hefur verið í vinnslu innan stjórnarráðsins í góðu samtali við sveitarfélögin að nærsamfélagi njóti betur ávaxtana af orkuframleiðslunni. Ég hef ekki bara fullan skilning á því að þau samfélög sem þar sem orkan verður til vilji að meiri verðmæti verði eftir hjá þeim, en orkan streymi ekki í burtu. Ekki bara skilning, heldur það mín skoðun að svona eigi það að verða. Því tengt hefur einnig verið í gangi, sem sagt, vinna við að sjá til þess að þær tekjur sem sveitarfélög fá fyrir orku mannverki verði ekki til þess að framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga lækki sem þeim nemur. Þessi áform verður heldur ekki fjallað á þessu þingi eins og áætlaðar út af svolitlu. En við þurfum að leggja áherslu á að klára þetta hratt og vel. Þetta forgangsmál í mínum huga og það líka mikilvægt þegar að kemur að áframhaldandi orkuvinnslu hvernig við tryggjum þessa atvinnuuppbyggingu allt land, líka í þeim héruðum þar sem orkuvinnslan verður til. En kæru haustfundargestir, framtíðin björt. Við erum að ná tökum á verðbólgunni. Og ef þið hefði mistað því að þá var nýjasta mælingin 5,1%. Það hefur ekki verið lægri í 3 ár. Vaxtalækkunarferlið hafið. Þetta allt að koma, sagði maðurinn. Tækifærin sem Íslendingar standa frammi fyrir eru fjölmörg. Við þurfum að stíga stór og markviss skref í orkuöflun á næstu árum til að knýja áfram orkuskipti, til að knýja áfram öflugan iðnað, en síðast en ekki síst til að knýja áfram gott samfélag. Við höfum undanfarna áratugi búið við það á Íslandi að framleitt hefur verið næg orka. Nú vofir yfir okkur orkuskortur. Og orkuskortur skaðlegur fyrir alla, nema þá sem selja orkuna og geta hækka verðið til notanda, jafnt stórra sem smárra. Tímabundið það kostur. Það líka í mínum huga algjört forgangsmál fyrir nýtt þing og nýja ríkisstjórn að stíga hér fast inn og meitla í löggjöf að heimili og minni fyrirtæki njóti forgangs þegar að kemur að orku. Jafnvel má hugsa sér ákveðna vernd þegar að kemur að heimilum og minni og meðalstórum fyrirtækjum, matvælafyrirtækjum, ekki síst garðyrkju. Þetta eitt af þeim forgangsmálum sem þarf að taka strax upp við myndun nýrra ríkisstjórnar, talandi leikreglurnar sem þið voru að kalla eftir, sem lúta líka að nærsamfélaginu. Samskipti ráðuneytisins og Landsvirkjunar góð, samtöl tekin eftir þörfum, upplýsingar auðfengnar og það mikilvægt. Og það mikilvægt að svo verði áfram og ég þakka fyrir það samstarf. En kæru fundargestir, ég hef trú á framtíðinni. Ég hef trú á grænni orkuframleiðslu. Ég hef trú á því að okkur auðnist að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem við stöndum frammi fyrir. Rafvæðing samgangna, frekari rafvæðing atvinnuvegana, framleiðsla á rafeldsneyti. Allt þetta stórkostlegt tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir íslenskt samfélag. Þess vegna segi ég brettum upp ermar, hefjum standa, en vöndum okkur.
Takk fyrir mig.